Já. Sorry, nú ætlum við að hleypa þeim. Það er mótið að byrja. Þetta er Íslandsmeistaramótið. Og sjá, er ég yngstur þarna? Þarna erum við. Ok, ég var Európa það? Ég var að byrja þetta. Nei, það er sem þetta komið, erum við online? Erum við online? Það er komið að þessu, við ætlum að keppa með bikar hérna. Þetta er fyrsta skipti í sögunni sem er keppt EA Sports FC 25 Íslandsmeistaratitilinn. Og hér eru komin 4 af bestu spilurum landsins. Það er Aron Þormar og Róbert Daði sem eru, þykja 2 af þeim bestu á landinu, eru 2 bestu spilurar landsins. Svo hefur Guðjón Daniel, góðsögnin, er komin úr svona, hvað maður að segja, hann er eiginlega out of retirement, ef við segjum þessu, er það ekki sér hvað þannig? Jú, mér segja. Og til þess að hafa, og svo er það Unnar Steinn sem er að koma hérna sem wildcard, hann er wildcard-spilar, hann er líka alvöru leikmaður í fótbolta, þannig að hann hefur spilað leikinn líka í alvöru, hann er ekki bara í tölvunni. Og Unnar Steinn mætir Aroni Þormari. Róbert Daði og Guðjón Daniel byrja og til þess að þetta sé allt saman sanngjarnt, þá eru allir Real Madrid í þessum leik. Þeir eru með langbesta liðið og ef þú reynir að hendi eitthvað ultimate liðið eða eitthvað hvernig sem það er, þá endar þú bara alltaf með leikmenn Real Madrid. Þannig að svo þetta verður sanngjarnt, þá mætast núna Róbert Daði og Guðjón Daniel í fyrri undanúrslitaleiknum og ef ég skildi rétt þá eru 5 mínútur hálfleikur í fyrri leiknum og svo ætlum við að spila úrslitaleik, tvisa 10 mínútur. Það er eitthvað smá feedback hérna. En ef við ekki bara leyfa Róberti Daða og Guðjóni Daniel að fara inn, ég ætla að draga mig í hlé, leyfa lýsandanum að fara það inn. Hvor er hvítur og hvor er dökkgrár? Ég er hvítur, ég er grár. Róbert Daði er hvítur og Guðjón Daniel er grár. Það held ég. Þeir eru vonað að setja saman liðin sín og velja hverju að byrja að leika. Er þetta mikla breytingar á liðunum sem við ætlum að gera? Smávægilega breytingar. Já, Guðjón Daniel auðvitað var náttúrulega yfirbura leikmaður hér í mörg ár. Hann lagði skóna á hilluna en er mættur aftur og það verður gaman að sjá hvað hann getur í þessar 9 stjörnur í EA bransanum. Eru mikla breytingar á leiknum í ár frá því fyrra? Það er erfiðar að skilla, það er að segja að það er þá erfiðar að vera með svona teknimúf eða eitthvað slíkt. Já, þá skil ég þetta allt saman. Það er að fyllast hérna allt í tölvuteki. Er þið klárir það? Já. Með hvítt Róbert Daði, með grátt er Guðjón Daniel. Hér er í gang, tvisar 5, fyrri undanúrslitaleikurinn. Já, breytis endur. Aron, kanntu að breyta því? Það er þessi völlur hérna með skuggan og þetta er aðeins. Þau eru að fara inn í að leik. Og spúna þess. Byrja upp nefnir. Gerum að það. Hvernig passa maður á völlurinn síðan þannig? Hvernig... Það er bara með leginn eftir Madrid. Tökum bara svona lýsingu hvað gerði þetta. Game seconds, já. Það er smá tæknilegur örlögur þarna. Já, það er allt í góðu, bara segja ykkur góða tími. Það breytir í 5 mínútur, ekki halv. 5 mínútur. Og svo er það hérna... Já, þeir. Ekki á. Það var bara night. Það var bara summer og night. Þannig, setna það. Það er breytt day í night. Það er betra aftur saman. Eitt er. Ekki rétt svona? Já. Breyttu við liðinu, það breytti alltaf reyðing. Já, alltaf hérna. Það er blóttir. Alaba. Já, vá.
Ykkur liði núna. Hvað er þessu? Nei, það hættu. Það er grímsótt og líka. Hvað hérna? Hálfleik? Nei, ég er ekki að brjóta það eins. Ekki séns. Ég byggt í myndin og þú henni í hliðinu. Ertu ekki að byrja að spila eitthvað tíma? Já, eitthvað. Komið eitthvað lið? Já, Takk á tögunum. Bara kemur stigir svo við getum byrjað að tala. Hvað er það? Áfram. Hötsið maður. Og það var fagnar þessu, það var sjúkt.
Heyrðu, þetta er bara leiður. Ég þarf að skota ramman. Ég drullar upp. Hans. Då byter jag. Nej. Det blir fullt. Har du vitt där? Ja, har vi tjommat? Já, það síðan það græðir svo. Já, ég fyrir þetta skjár og það er svo snitt fyrir með þeikli. Já, ok. Það er búið að staða út í standa á Það er svoleiðis. Ok. Nei. Det blir gott. Æsj, hörru, góða leikur. 2-0 samt. Ha. Hann svitnaði. Hann fekk að segja, ég veist hvað, ég er eitthvað slátur. Herðu, á ég ekki koma þess inn, bara segja fyrir það. Raggi. Þetta var allt og tæp og lík. Hvernig gerir taktikál? Ég ætla ekki að segja. Ég googlaði bara á. Hann sagði ekki orð. Raggi, þú ekki að koma inn. Það er ég. Guðjón Daniel. Kóta aðeins. Koma. Þannig. Herru, þú stóðst hann heldur betur í honum. Já, hann svitnaði þessi, sko. Hann svitnaði. Hvernig er þessi leikur með þegar þú varst upp á það besta? Þetta er aðeins erfiðara, sko. Þetta er mikið fyrir að gera trikk og kannski sýndist maður þessum leik, en þetta er alveg, jú, þetta er aðeins öðruvísi. Þetta er aðeins meira svona, já,
Það sem er sköpun, skilur. Ekki bara leikið svo á joystickinu, sko. Þannig að núna er það Unnar Steinn sem ætlar að reyna sig gegn Aroni Þormári. Aron auðvitað rankaður, já, hæst eða næst hæst hérna. Ég spila... Er hægt að vinna þess að gæða? Það er hægt. Maður er mjög góðan leik til það, sko. Ég er ekki að segja ég geti það. Einhver annar getur það kannski. Gást svona góða leik saman? Já, þetta var hörkuleikur. Þetta þýðir það að Róbert Daði er kominn í úrslit í fyrsta EA Sports FC 25 mótinu og svo var ég keppt auðvitað 26 og þar fram eftir guttunum. Nú er það Unnar Steinn sem ætlar að reyna að vinna Aron Þormar og vinnirinn hér mætir Róberti Daða. Ég henda þessi í gang og það er aftur Real Madrid á móti Real Madrid. Það er eina leiðin til að hafa þetta sanngjarnt, segja þér. Og hvor verður hvítur? Þannig að það er Aron sem er hvítur og Unnar ætlar að vera appelsínugulur. Já, hann var í Fylki og hann ætlar að svona að smá tribute til fylkismanna hérna að vera appelsínugulur í dag. Setjum við þetta í gang. Það er fyrst og 5. Þetta er seinni undanúrslit. Förum í gang. Það er ekki eitthvað svona meðsum. Þetta er rúst af flóki, ég kann náttúrulega út sjálfur, sko. Ég er bara í hægt. 4, 3, 3, 4. Hvað var það að spila? 4, 3, 3, 4. Það er í fyrsta spila, ekki bara í 4. Jú, það er ekki í fyrsta. Þú voru að reyna að vinna, sko. 4. Það er ekki alveg mögulega, það gerir bara nýtt Það er ekki það, taktík. Nei, það gerir taktík og kemur bara full. Svo skilti ég þetta, glitsar eitthvað við góð. Já, það er bara aðeins. Ég get ekki bara að spila það sem er. Ég er bara písa. Ég er bara að vera báður að fara um við. Þú var að vera hvað? 4, 3, 3, 4. Þú tekur að spila stillingar á gæðina. Nei, það er hugur þetta prísast lukkar áverðlega. Ég veit ekki hvað það er að pæla hún svona. Hvað ekki þið? Þetta er ekki Save changes. Já, þetta er ekki streamhafnir, ekki koma þetta það einn. Nei, þú voru að gera það. Ég er 4. Ég er núna þannig að því þessu. Það er hættilegt. Já, þangað til þú færir. Ég Það er góð, góðan hjá fyrir báð. ég veit ekki hvað er svona. Svo, vinnarinn segjur, hann er vinnur við, sko. Þannig að þú veist hvað að gera. Já, shit. Það er ekki hægri. Ég var rétti á þriðjum. Þannig að, þetta er kannski ekki að valda þetta. Við líka breytum hérna steininu. Nei, hérna. Það er komið eitthvað hörg. Núna getur það tilbaka. Já, ég var hægt í kantar þarna í byrju. Breytist það aftur í þetta formið? Ég skildi ekki. Prófa að fara í taktíks. Þú var aktivit í þrjum. Þarna getur þú breytist. Það er toppmálum.
Það var það sem var líka síðan 7. Setja það í komment. Það er YouTube. Það er sem eitt vinningi fyrir YouTube. Það er kommenta og vinning á Twitter. Og jú, þetta var að færa Það er ekki eitthvað menn til að hitta. Já, síðan bara Sancho og Yðvars. Nei, En 7-7 er Messi. 7-7 Messi. 7-7 Messi. ég fyrir Messi. Já, ég er smá að segja. Þú sagði á bíl. Já. Þannig að þá var alveg sett þetta fyrir fyrst. Ég sá þetta bara. Hvað segir þú? Ég byrja ég að setja 6 og hann getur það. Já. Það er Ég er með F7 og gerir þennan leik og allt tíminn þá. Hvernig hann segir það er líka það er bara búið að tróða. Þú var ekki í úrslitunum.
Það er alltaf hitrandi þetta skjálfting. Er það ekki að vera? Hún sefur í þessu.
Heyrnartól og Þöngriðs og Leiðansjálfskapar frá Dröfnskóla. Já. Já, eru komin inn? Við ætlum að halda áfram og þetta fór eins og við héldum. Aron Þormar vann og Unnar Steinn sett hann í lokin, þannig að sem vel gert, það geti ekki allir skórað hjá þessum gæðum. Þannig að óumflýjanlega að fara að gerast. Aron Þormar og Róbert Daði að fara að mætast. Þeir sem eru að horfa á þetta í streyminu, ef þið skrifa annarkvort Messi 10 eða CR7, þá gætu unnið glæsilegan FC 25 leikjapakka frá Rust. Það var ekki hljóð, herru, getur sett hljóð á mig? Er hljóð á mér? Já. Við inni. Þá inni, tjekkaðu bráðið, þannig að ég sé ekki búin að gjamba hér. Það liggur ekki á að byrja bardagann. Jú, ég heyri sjálf með mér þess að. Heldur betur. Já, þannig að bara tryggja að þetta sé allt saman á hreinu. Þá eru báðir menn Real Madrid. Hvor er hvítur? Ég hvítur svo Róbert hvítur. Róbert Daði verður hvítur og Aron ætlar að vera appelsingulur eða grár. Þú veist appelsingulur og Aron er appelsingulur. Þess að ég sagði að þeir sem að kommenta annarkvort CR7 eða Messi 10, þeir fara þarna í pottin og látið nú alla vita af þessu, farið nú alla síður og því að þetta eru tveir langbestu spilararnir. Við fengum mjög góða spilarar til að keppa við þá Unnar Steinn og sjálfan Guðjón Daniel. Guðjón Daniel sem var yfirburðaspilari hérna fyrir nokkrum árum síðan, kom aftur úr retirement í þetta mót hér í byggarinn sem við keptum. Það sé hérna. Það EA Sports FC, Íslandsmeistaratitill 2024 sem að Tölvutek og Dr. Fútból gefa. Minni á að nota CR7 eða Messi. Afsakið, CR7 eða Messi 10. Það ég. Já, báðir eru Real Madrid. Ástæðan fyrir að báðir eru Real Madrid svo að samkvæmt þeim þetta langbesta liðið í FC 25 í ár. Það raun og veru erfitt að finna bara menn í öllum leiknum sem að komast í þetta lið. Þannig að eðlilega og til að gæta sænginnis þá eru báðir Real Madrid. Er þetta sama taktík hjá strákar báðum með það? Nei. Það hvað 4? Já, með demantmiðju. Á hverju tekið með kantmenn? Ég með að Valverde en sem að halvvinni hann fer út í kantinn. Ok. Og Mendy líka á vingbak. En það enginn sem einhvern veginn, hann er svona vingbak hjá þér. Þeir eru báðir klárir. Nei, ekki. Þeir ekki báðir klárir. CR7 og Messi 10 það sem þeir ætla að nota og þeir ætla að láta alla vita af því að bestu FIFA-spilarar landsins að fara að mætast akkurat núna. Róbert Daði og Aron, þetta eru ágætis félagar líka. Þeir voru mættir hérna aðeins að heita upp. Guðjón Daniel, nú eru sér báð að spila, hvor vinnur? Hvor vinnur? Já, hvor heldur að vinna þetta? Róbert stressaður, þannig að ég held að Aron takir þetta núna. Já, Unnar, þú þekkir á báða, hvor tekur þetta? Róbert Daði, sko Aron vinnur þetta ekki, heldur Róbert Daði klúður þessu. Það rosalegt. Já, það smá taktísk vandamál á Aroni. Við kunnum ekkert á það. Ok, þeir eru aðeins að venjast leiknum bara eins og aðrir. Og þetta hring, kannski kemst í það. Ídra hring og fólk út úr þessu. Já.
Það er ekkit einfalt að spila hana leik þegar þú komið svona langt inn í þetta. Manið taktík. Ég sér 7 eða Messi 10 og þau getur funnið glæsilegan leikjapakka frá tölvutek. Það sé svo taktíkina mína. Þetta sé på hann. Ég sjá ekki. Það ég alltaf dekking fyrir. Góð stemning hérna inn í tölvutek akkurat núna. Og ég bara að henda þessu í gang. Er ekki... Áhorfendur eru búin að koma sér þægilega fyrir heima. Hann það. Það segja hvað? Það er að bjargast. Það er svona max mínúta í að við byrjum þetta. Bikarinn góði. Hér er hann. Hér er hann. Þeir eru bara dettin. Þeir eru að dettin. Hann er bara svakalegasti kóði sögunar á leiðinni. Ég sé að þeir eru að spila einhvern allt annan leik en ég er að spila. Þetta er eitthvað allt annað game. Hver er pælingin? Strá, veit ég það? Lækir hlutir. Þetta bara að segja þetta. Lækir hlutir. Ég er ótrúlega hlutir að gerast. Ég er gamall í þetta. Og lítið í þetta. Já, þetta er ótrúlega hlutir að gerast hérna. Ég held að kóðin virkaði ekki. Sættu kóða. Þetta er svona eins og í bóksinu. Menn þurfa að bíða eftir aðalbardaganum í smá tíma. Allt í fokk, þú er eitt og eitt. Þetta er nú meira bulli, sko. En ég sýndi það, sést Það er mikið húfi. Heldur betur. Hvað er með það? Hvernig er Berúba? Það var drekkur.
Så ska vi hela honom. Já, ætlum við að hafa mig hérna inn í niður í ódunu. Þetta er appelsínugulur er Aron Þormar. Aron Þormar er þessi appelsínuguli. Ok, er kallað á timeout. Markmaður með krampa og þetta er hans ég. Þetta er flókin leikur þegar þú ert góður í þessum leik. Ég er búinn að sjá það. Yfirleitt ítir maður bara play og byrjar að spila. Þeir resetu leikinn. Nei. Og hér kemur þetta, heyrðu það. Hvort þú að redda þeim hérna í byrjun leiks. Og Aðja. Þeir eru að fara eitthvað í gegnum hlutina Only on air balls. Þetta er síðasta bossan. Núna fer þetta alltaf flegiferð. Þeir eru aðeins að stilla sig. Þetta er náttúrulega nýr leikur þannig að þeir eru eðlilega að koma sér í gang. Og við höldum áfram. Ég er alveg, ég er ekki að mjög svo þetta flott. Gera þetta svona, ekki, eftir svona hálfgert stopp start í þessum úrslitaleik þá er það Aron í appelsínugulu sem hefur verið meira með boltan og Róbert Daði býður færis. Það voru einhverju smá tæknilegum örðuleikum hér í byrjun en nú er leikurinn komin á flegiferð. Þetta er nú skemmtilega gert og hér er fyrsta markið eða ekki? Nei. Það var svona óvanalegi tilburður þarna. Nú sækir Róbert. Stóri munurinn á þessum leik og leiknum síðasta er að það er erfiðar að gera skill. Sem að, já ég held að þeir sem spila leikinn skilji hvað það þýði. Mbappe. Nei, hann hætti við. Þetta er svona tölvöld frábrugðin venjulegum fótbolta fyrir það sem að horfa á hann. Þá, já, menn að snúa við. Fínasti sókn á hvíta liðinu. Hvíta lið er Róbert Daði, jú, er hvíta lið. Og svo ég segja nú enn eina ferðina. Þá er ástæðan fyrir að bæði liður Real Madrid er svo að Real Madrid er besta liðið í leiknum. Og bara erfitt að finna leikmenn sem hreinlega komast í þetta Real Madrid-lið samkvæmt FC ratings. Vá, það er stór sóknir hjá appelsínugulum. Þetta voru líklegustu menninni til að vinna þetta áður en þetta byrjaði. Þeir Róbert Daði og Aron. Við sjáum að þetta er álitleg sókn. Þetta skil ég ekki á hverju stungusendingin kom ekki inn. Nota þríhyrningin, stungusending. Já. Önnur breyting í þessum leik er líka sú að gervigreindin, hún getur lært á það hvernig þú spilar.
Þannig að þetta er ekki eins og gömlu góðu tölvuleikinir í gamla daga, þar sem var kannski einhverju 1-2 öruggar leiðir til að skora. Núna lærir tölvan inn á þig. Hvítir. Það er að segja Róbert Daði með boltan. Mbappe. Vinny. Ekkert víti. Ekkert víti þarna. Að leyfa leiknum að fljóta. Svo dettum við hérna aftur inn ef að gerist eitthvað í þessum leik. Þetta er hrottaleg spenna og ennþá er það Aron Þormar sem að verðist ætla að taka þetta. Hún er dauðafæri, allt momentum með honum og allt betting á hann. En hann finnur ekki leið. Róbert Daði verst þessu öllu fimmlega. Þetta er byggarinn sem er undir. Hér er hann. Hér er stóri byggarinn. Þetta er stærsti byggar sem að veittur fyrir þáttöku í FC 25 á landinu.
Þetta er einstefna sem af þeir sem að kannast við momentum í fótbolta, þá er það allt appelsínu gult akkurat núna, en sækja appelsínu gult klæddir Realmenn. Aron, nei, Aron ætti að fá sér nokkuð en í vatninu og því vantar eitthvað upp á. Loksins kemur Róbert, nei, vel varist. Magnaður varnarleikur þarna. Minna á það að nota Messi 10 eða CR7 til að komast í happatrættið góða. Þá er einhver að spyrja valjúið í þessum leik, 10 skall ákráði að setja hann í nýjan leik. Það er bara þannig, við gerum það, kaupum nýjan leik og við spyrjum einhverja spurninga. Fín spurning samt sem áður. Má ég sjá. En er það, nei, þetta er bara bardagi akkurat núna, það er að koma hálfleikur, þetta er líklega síðasta sóknin, jú þetta var síðasta sóknin. 0-0 í hálfleik, allt jafnt. Færin hafa verið hjá appelsínu gulklæddum Real Madrid mönnum. Nú er að fara í taktíkina. Sjáum að Aron ætlar ekki að gera neitt. Róbert ætlar ekki heldur að gera neitt. Byrjum hennan seinni hálfleik. Það eru 253 að horfa á þetta. Þetta er eins og í, já, bara góðum leik í lengjudeildinni. Þetta er svona eins og allir í Vogunum væru stattir hérna akkurat núna. Og þannig horfum við í þetta allt saman. Tölvutek, ei mig veg. Og gleðilegt nýtt græju haust. Öll sem eitt. Mbappé. Nei, við ætlum aðeins að draga mig hlýja en það er líf og fjör hérna. Stemning meðal áhorfenda. Kem inn aftur eitt smá. Fyrsta markið er komið og það er svolítið í takt við gang leiksins. Aron Þormar fann loksins leiðina fram hjá Róberti Daða, appelsínu guli Real Madrid búar leikmenn komnir yfir. Frábær spurning, af hverju að kaupa EAFC á 10 skall, 1000 kall á mánuði? Ég læt það vera. 1-0 og núna fer hann væntanlega í all out of attack. Strax, það svarað strax. Nei, Rúdiger tekur Mbappé og pakkar hann saman. Nú þarf Aron Þormar aðeins að opna sig. Hann getur beðið aðeins, það er svo mikið eftir. Þar segja Róbert þarf að opna sig kannski aðeins núna. Mbappé. Hvernig er þetta ekki mark? Hvað er að hjá Aroni Þormari? Það er að. Hann er brjálaður. Segist, oft er mun refsað þegar þeir eru að klúra öllum færunum. Heldur betur. Kíkjum hér aftur, Valverdin. Og þetta er allt annað að sjá til Róberts núna. Það er eins og hlekkirnir hafi farið af honum við að fá á sig þetta mark. Nú þarf hann að jafna þetta. Hann er farin að spila þetta eins og maður. Og sjáum hann að vera að hirða á honum boltan. Þessar vippur fram virka ekki í alvöru fótbolta og ekki heldur í töluleik. Já, það er verið að skoða taktíkina. Ég minna á allir alvöru FC spilar vilja eiga physical copyið og fara beint í tölvutek og kaupa það þar. Physical, þú vilt eiga þetta allt saman, geta haldið á leiknum. Það er helmingurinn í þessu öllu saman. Jú, víst, það er helmingurinn í þessu öllu saman. Sjá,
shot assistance, já, sjáum hér döðafæri að náðum. En ég ætla aðeins að draga mig í stuttlé, svo höldum við áfram. Er það ekki rétt? Þarf maður ekki á physical copy? Það verður áfram brjálað að gera í tölvutek. PlayStation Pro fer í forsölu á þriðjudaginn í hátíðina ekki? 12. Og það er verið að gera að koma sér þægilega fyrir í röðinni þar. Það er, já, á þriðjudaginn klukkan 12. Nú datt ég aðeins inn í leikinn. Róbert er aðeins að ná vopnum sínum. Það sé jafnar en margir héldu. En þessi nýja PlayStation 12 hver er munurinn á henni og slim? Er hún hraðari? Já, betri grafík, hraðari, fleiri rammar, meiri gleði. Áfram sækir Róbert. Já. Og svo sem lítið verið spilað undanfarin ár í svona mótum. Þeim hefur fækkað. Þannig að Aron og Róbert hafa kannski minni reynslu á svona pressu eins og er í dag. Sem að fólk er að fylgjast með, sem fólk er að horfa. Skiptingar. Kamavinga á leiðinni inn. Tjómeni á leiðin út eða. Það er bara flottir. Haldum áfram. Við erum komin á 69. mínútu. Það er áhugavert að ég hef ekki enn séð dæmda rangstöðu í þessum leik. Greinilegt að gamla góða stungusendingin er ekki mikið notuð hjá þessum bestu. Áfram sækjar hvítir Real Madrid menn. Vel spilað. Új, ekkert dæmt þarna. Það er væntanlega Varsjá í þessu. Varsjá er var í leiknum. Ég held ekki. Held ekki. Já, þarna hefur verið stungusendingin verið fín. Rúdiger þarna sterkur. Hann ætlar að sé of mikið. Einhver erfilega að hirða boltan af þeim. Vel spilað. Vinny Junior. Áfram Vinny Junior. Áfram Vinny Junior. Já. Mekkilega spilað en já.
koma Aron og félagar. Mbappe með skot utan út sem þægilegt fyrir Courtois. Við komum hérna árið búið en það bara rétt rúmlega 10 mínútur í leiknum en kannski svona 2 mínútur eftir í raun og veru. Eru menn virkilega að gera þetta í tölvuleikjum, að halda boltan, nú er þeim refsað. Nei, ekki refsað. Sjáu þetta, það er fyrir að halda í boltan bara svona, þetta þykir mannum ekki smart en Aron Þormar hefur greinilega unnið marga leikina því að hann veit nákvæmlega hvað hann er að gera og heldur bara í boltan, fær sínar aukaspyrnur og ýtir liðinu upp. Það er bara 1 mínúta eftir og það stefnir allt í að Aron Þormar vinni þetta og í velun fær hann PlayStation 5 Slim PC útgáfu. Aron Þormar er meistarinn í ár. Þá taka áhorfendur heldur betur við sér. Meistarinn Aron Þormar
og Róbert Daði átti mjög góðan leik. Þetta var 1 mark. Það var þetta eina marki í byrjun seinni hálfleik sem að var á milli liðana. Ég var að reyna að hafa verðlaunaafhendinguna í beinni héðan frá Tölvutek. Þannig að afhenda þetta héðan. Það held ég. Ég ætla að fá vendara keppnina Guðjón Daniel til að veita verðlaunin. Aron hafði nú rænaði að standa upp til að taka við verðlaununum. Það er bara þannig. Kjörðu svo vel hérna. Og þetta er EA Sports FC 25 Íslandsmeistari 2025. Og það var PlayStation Slim Jim EAFC Unbelievable. Við slum að fá einhverja myndir líka af þessu. Snúa kamerunni þannig að fólki sjá hann. Þannig að fólkið í landinu sjá hann. Gekkjaður leikur, til hamingju. Hvað ég að taka mækina? Já, bara segðu eitthvað. Já, það var góð leikur. Já, ég átti að vinna hann starra en 1-0 samt sko. Það var ekkert eðla mikið að færum sem ég klikka á í fyrra áleik og fekk ekki eitt færi á mig í leiknum hendur sko. Nefna hann í enda þegar ég ætlaði að róst niður og eða tíma hana. Fekk hann næstu í bakið. Heldur betur hann fekk hann næstu í bakið fyrir að vera passífur. Hér eru leikir fyrir þá sem spiluðu. Róbert. Fyrirgjöð. Hérna. Hér, þú ert búinn að fá 1. Ég skal taka hana. Þennan. Og svo að sjálfsögðu. Já. Ég skal taka hana. Hérna. Herru, ef við taka myndir hérna. Fæ ekki mynd af mér. Gefa honum bikar? Jú, gefa honum bikarinn. Bikarinn á loft. Ríð hann upp. Það er ég. Geðveikt. Herru, fá ekki eina mynd á okkur hérna. Pósum hérna með þetta. Róbert, ég fá þig sem finalist á myndina. Já. Þannig að þú voru að pósa líka með kassan. Þetta er geðveikur verður. Hvað er eitthvað flokkur hérna, tölvuteip afrunni hérna? Það sýndu tölvuteip hérna á PlayStation framar á. Já. Takk fyrir mig. Já. Flokkur, vel spilað. Þetta er passíu leikurinn. Já. Og að sjá hérna. Sigurinn í miðuna. Það er hvað það verður að Sigurinn hvað þér. Það var ekki viðina. Já, og svo er hann sem ég. Já, það var bara. Þá ekki bróðast? Já. Þú glæðar það? Já. Sett hann ekki fyrst í prófa? Ég held að þetta er... Hæ? Já. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Spila. Það rennur ekki um blóð þessu. Já, það er óður þessu. Það er óður þessu. Gæðvegt. Takk fyrir að koma. Mjög gott. Þú fleiri líka múlið. Það er fleiri líki. Ég bjóð til mark á mín. Hvað er það? Ég bjóð hérna. Spila það. Það er gilda mjög. Já, aftur Sjás. Bara taka líka mynd sem er. Já. Setjum líkafjörn í niður. Já, það er ég. Þú reynar að venda. Og þessi hana. Ég ræði þetta ekki líka. Já, það var þetta megin. Nei, það var ekki. Já, það var ekki. Ég er ekki gaman skatt og aftur í þessu skoðum. Tengur þetta? Þetta er svona. Það er ekki. Það er bara myndið að skjáð í baki hann sem hann kann. Það er ekki tegna aftur í þessu. Og Sigurinn í... Ekki á 23. Það er þetta. Það er auðs. Það er svona. Það lág ég bara þess að sýst. Það er ekki mynd á. Það er skemmtilega bakgrunn að þetta. Eða, í þetta eintak, þá myndum við hérna.
Jæja, þá er komið tími á lukkuhjólið hérna fyrir sem sagt gjafaleikinn okkar. Við ætlum að spinna þetta fyrir þá bæði sem sagt einn sigurvegari sem tekur hennar pakka hjá okkur fyrir þá sem voru að fylgjast með á YouTube. Svo er einn pakki sem er fyrir þá sem fylgjast með okkur á TikTok. Og það er Einar Geir, nei, Biggi Egils sem tekur þennan pakka hjá okkur á YouTube. Til hamingju Biggi Egils. Ég veit ekki bílleikla mína. Handleiti. Þegar hann mótið verið 2033, ægur doktorsbæðina fyrsta vinnir. En sko, e-sport liðis besti business sem hún verði ekki komið með það. Það er komið með það. Það er dósum. Hún komið dósum. Ok, þá förum við í næsta spinn. Það er sem sagt bæði fyrir YouTube og TikTok í þetta skipti. Spinnum hennar fyrir okkur. Sjáum hver tekur hennan flotta pakka hjá okkur frá Trust, leikjapakka fyrir PlayStation 5. Svo nálagt, en það er Haraldur Haraldsson. Til hamingju Haraldur fyrir þetta. Við verðum í bandi við sigurvegara. Takk kærlega fyrir kvöldið. Bless, bless.